K-morgnar með Svala og Svavari. Halló. Júli. Ég geti þetta ekki. Sko mál það nú Július sérst að hann fór í leiði hann skotprófið hann, byssuprófið. Fekk það og borubrattur ákvað að smella sér Borubrattur? Já, ákvað að smella sér í veiði og fekk til þess Heimersson sveila minn að austan sem líklega versti maður sem að hann hefði getað byrjað að fara með á Rjúpu. Sali, Já. höfundar Heinu. Ok. Þú fékkst Heimi. Já. Já. Þú valdir hann fyrir mig. Þar sem að þú taldir þess að sökum athyglisbrestar og ofismi og háustíði á mér og væri gott að fara með Heimi. Hann þekkir svæði vel, veit hvernig fuglinn hagar sér og þetta var svona leiðsögn frá vini. Ég segi svo fáið, já, vel gert, ég ætla bara að þykja þetta. Heimi röktir yfir og segir sæll kútur, 2 metrar á hæð, tippa svona kannski 4% fita og í góðri þjálfun. Og þú borgarbarn með bumbu? Ég borgarbarn með raskat, ekki einu sinni bumbu, ég með raskat. Þú ert svo mikið raskat. Og búin að fara eina ferð á Esjuna og leta að döða. Það sem að það gekk bara ágætlega og fór svo Akkur er svona lengi að tala, ertu stressaður? Já, ég að reyna að finna mögulega út í hvernig ég kemst út úr. Nei, þú ert á leiðin í flug núna, á leiðinu austur á firði, af því þú ert að vera að ganga. Það hringdi í mig í gær og þetta leit rosalega vel út. Já. Svo var takt eftir því. Já. Þetta leit vel út. Já, hann sagði, mamma og pappi þau eru að fara þarna, mögulega getur við bara að fara á fjórhjólinu. Á Rjúpuna? Á Rjúpuna, ég sagði, ég var að koma í prófinu og það má ekki, ég ætla ekki að minnast orð á það. Ég sagði, góð hugmynd. Því að þá komist við nær fjallinu eins og hann sagði. Já. Vel gert. Hringir hann í morgun. Sæll kútur, kallar maður það kút. Hann sko nota beni, hann er 2 metrar á hæð og hann 100 og eitthvað kíló. En okkur segir hann ekki bara sæll raskat. Sæll kútur. Okkur hann segir sæll kútur. Sæll raskat. Já. Nefna hvað? Hann segir, ég var að fatta það maður, það bannað að fara á fjórhjólinu. Nei. Og við þurfum að labba svona 25 kílómetra. Áður við komum að brekkunni. Og ég sagði, brekkunni? Hvað brekkunni? Nú fjallin. Þannig, ég sagði, sæll. Vitu, 25 kílómetrar. Fjall. Já, fjall. Já, og þér illt í tánni? Tábrotin, náðurlega, það er svona, segjum það. Labba tilbaka, 25 kílómetra, ég kom í 50, niður fjallið, það geti verið kannski 8-9. Þetta sólarhringsganga. Þetta ekki að vera að gera. Já, en þú sérst að fara, þú búin að panta flugið, þú kemst ekki út úr þessu og hann býður spenntur upp á hér að þetta Já. Já, þú kemst ekki út úr þessu, ég að segja þér það. En væri að illa gert að segja bara ef við gripum í svaka flensa. Ég bara svona velta þessu. Gripið ofsaflensa. Hvenær flugið? 11. Þetta ekki svona fyndin. Það klukkutími. Herðu, Kútur, við heyrum nú í þér aftur á morgun. Hvernig stemningin fyrir austan? Já, þú kemst og svo held ég að Siggi frændi sér með í þessu plotti líka í örklass. Já, örugglega. Af því að allt í hennu kom hann keyrandi heim í gær. Já. Veistu með hvað hann kom? Hvað? GPS. Og ég sagði, hvað er þetta? Nú lóta að fara fjallfrændi. Hann má ekki týna frændan. Þannig að mér finnst það svona óþægilega margir harður að minkast inn í þetta máli eitthvað niður. Já, veistu það, elsku vinnu minn, kæri Kútur, þetta verður geðveikt. Viltu vona að fara á hreindýr? Þú myndi ekki geta hitt fugl í þessu ástandi. Hreindýr? Nei, ég að fara á Rjúpu og það er svo skjóta hænu svar. Þú veist, hvernig og þeir veit það, ég hef aldrei skotið fugl, það er ekki sem ég víst hvort ég geti það, bara ég er svo góður í mér. Já, þið? Júli, heyri þér á morgun. Hæ. Já. Það er flug klukkan 11. Æðislegt.
Ég hlakka til að hringi í Heimi. Já. Það hringi hann. Á morgun. Já, og hérna... Þeir að fara í þetta núna í dag? Já, það byrjar á morgun, sko. Já, þeir labba á morgun. Já, systemið þá, sko. Þannig að þetta er búið spil fyrir hann. K-morgnar með Svala og Svavari.